Komið sæl. Sjáum hér á gervitólmynd sem var tekin 3 það var skíð á öllu landinu, meira og minna. Hugsanlega hefur eitthvað brotnað upp hér á Austurlandi, en þá komst hitinn þar hæst í 17-18 gráður. En það voru víða merki sem sást á veðursjáni eða radarnum og svona grænu blettirnir þar sem að ringdi mest líklegast en svona það sem að fá mest í úrkomumæli var á Þykkvabæ, eitthvað 12 millimetrar sem mældist þar. En þetta staðan þá á yfirlitskortinu og það eru lægðir svona víða í kringu landið og næsta sólarhringinn þá mun þetta drag hér sem að stjórnarveðrinu hjá okkur grinnast smá saman en við tekur þá þessi hér lægð sem öllu meir sig og mun beina til okkar norðaustlægum áttum. En það eru nú ekkert sérlega hvassar, það er aðalega hvasst hér suðurafinni og svona mikill vindur til að mynda í Skotlandi. Á hittasviðinu þá fer svona smá saman kólnandi, sérstaklega þá norðan til á landinu og það verður svalast norðvestan til á morgun en hitinn breytist nú frekar lítið sunnan og austanlands. Við sjáum að það er ennþá nokkuð hlýtt hér í Evrópu, svona vottur af hittabylgju þar áfram. En við skoðum svo þróunina fram á kvöldið og nótt að þá er bara skýjað og við sjáum að það er alltaf einhverju bláu blettir hér og þar, rigning í flestum landshlutum áfram og vindur ekkert sérlega merkilegur, það er svona norðaustlæg átt og þá svona aðalega einhver góðlega kaldi hér á Vesturlandi og Norðvesturlandi. En við skoðum hérna stöðuna þá í landsfjórðungunum, Suðvesturlandi þá verður meira og minna skýjað og svona aðalega úrkoman hér á Suðurlandi í svona formi skúra yfirleitt og ekki mikla líkur á því að brotna upp. Þetta svona gefur til kynna að það gæti eitthvað aðeins myndast glufur í þessu en við Faxaflóa er líka skýjað en svona úrkomi minna líklegast. Og hitinn hann svona hæstur eitthvað 12-13 gráður hér á Suðurlandi en svona frá 8 gráðum upp í 12-13. Aðalvindurinn er svona inn á Flóa í þessu en hægar annars staðar og svo norðaustlæg átt einnig hér á norðvesturhluta landsins yfirleitt svona 8 til 13 metrar á sekúndu og hvassast á svona annesjum á Vestfjörðum og úrkoman aðalega þar á ströndum á norðan til á Vestfjörðum en annars nú frekar úrkoma lítið, eitthvað mun nú dropa hér og þar í þessu en þá svona síst hérna og sunnan til á Vestfjörðum þar sem að gæti nú alveg rifið eitthvað af sér. Og hitinn ekki að fara mikið yfir 8 gráður og heldur ekki hér á norðausturhluta landsins, svalt í veðri þar einnig og kólnar einnig hér á Héraði, það náði alveg 17-18 gráðum á nokkrum stöðum á þeim slóðum í dag en það sem sagt norðanátt sem að tekur við frekar hæg og það verður svona dálítil úrkoma með köflum í þessu. En á Suðausturlandi að það verður svona norðaustlæg átt einnig eða austlæg átt og rúmlega 10 gráður yfir hádaginn og skúraleiðingar í þessu. Og við höldum svo áfram að þá svona við sjáum á föstudaginn að það verður svona ákveðnari norðanátt í þessu enda lægðin komin hér austur á landinu og það verður svona dálítil væta sérstaklega þá norðan til en syðst á landinu eru svona hugsanlega skúrir hér allra syðst síðdegis. En við sjáum að það kólnar svolítið norðan til á landinu en hitinn ætti nú svona ná alveg rúmlega 10 gráðum hérna syðst á landinu og sjáum að það svona 10 til 13-14 metrar á sekúndu norðvestan til og þessi lægð hún þokast norður á bóginn og önnur lægð sem kemur svo suður á móti og það verða áfram norðlægar áttir en svona dregur úr því helgina og gæti svona eitthvað rofa til hérna og rofa til hérna vestan til á landinu en það verða svona stökuskúrir hérna syðst og dálítil úrkoma norðan til við norðurströndina. Svalt í veðri sjá við hitinn víða undir 10 gráðum svona yfir hádaginn en gæti alveg farið yfir 10 gráðurnar síðst á landinu. Vestlægari á sunnudaginn, skýjað með köflum en það svona kannski vestaveðri hér á norðausturhorninu, svona strekkings vestanátt með rigningu. En það sem sagt norðlægar áttir hjá okkur og frekar skýjað næsta sólarhringinn og svona kólnandi veður hérna norðan til. Verið sæl.